þeim megin sem að mér sýnist allir leikmenni verið með rauða gúmmíið sitt. Forhendin er oft svona sterkari. Já, vel gert hann hefur aldrei.
11-9, þeir eru hérna búnir að jafna samsagt. Þessi leikur er búin að vera örlítið kaflaskiptur, Birgir og Magnús Gauti sem eru hér í bláu í mynd. BH-ingar, þeir voru yfir hérna, 2-1 yfir lotum á meðan Víkingar voru núna að ná að minnka muninn. Þannig að staðin er núna orðin 2-2, það er sem sagt 8 lota að fara að byrja hér eftir mínútu þegar leikmenn eru búin að raðfæra sig við þjálfarana sína og þetta er hörku spennandi leikur. Já, það er allt undir, það verður ekki betra sjónvarp heldur en 8 lota í úrslitum. Nú höfum við náttúrulega ekki séð leikinn hingað til, en þetta eru allir 4 þessir spilarar eru gífurlega sterkir. 3 af 4 hafa orðið Íslandsmeistarar í einliðaleik karla. Bæði pörin, síðustu 7-8 ár á Íslandsmóti hefur annað parið orðið Íslandsmeistari í tvíliðaleik. Já, Birgir og Magnús Gauti tóku hérna tímabil þar sem að þeir, gott þeir voru ekki bara Íslandsmeistarar nokkru sinnum án þess að tapa lotu. En Magnús Jóhann og Ingi Darvis hafa verið að vinna núna síðustu ár. Þeir eru búin að vinna þetta mót núna 3 ár í röð. En Magnús Jóhann var Íslandsmeistari einliðaleik 2022 og Ingi Darvis fljótlega í kjölfarið af því. En Ingi Darvis var til dæmis 3-faldur meistari hérna í fyrra en er ekki að verja það, að 4-faldur meistari afsakið. En það er strax orðið ljóst að hann er ekki að verja það því hann er ekki Íslandsmeistari í tvöndaleik. Það er Magnús Gauti sem spila hér á mótunum. Þannig að þetta er bara ótrúlega jafnt og spennandi og greinlegt að hér eru bara sjáum þarna gæði í þessu stíi. Þetta voru allt góðir stuttir boltar, beðið eftir færi. Þungur hliðasnúningur í þessari uppgjöf hjá Birgi en kúlan snertinetið er rétt svo sást hér með berum augum. Vel gert hana. Þetta er sjónvarp. Þetta er gott TV sem við erum að vera að vitna að hérna. Stíð endur á því að Magnús Gauti alveg úr stöðu gerir kryppu á bakið og nær einhvern veginn að stýra sínum bolta þvert yfir borðið. 2-0. Mér fannst þetta stig vera dálítið bara sýnishorn af hvernig spilarar þeir allir 4 eru sko. Magnús Jóhann opnar þarna með gífurlega miklum þungum snúning, Birgir blokkar, Magnús Gauti og Darvis negla báðir í borð. Sáu þetta? Geðveikt stig. Þetta var svakalegt stig sem að endra á því að Magnús og Birgir einhvern veginn frjóskast til þess að vinna þetta stig. Þeir voru með yfirhönduna, mistu yfirhönduna síðan í stíginu þegar Darvis sendir og Birgir þarf að taka mútið fisk einhvern veginn háan bolta á borðið og BH-ingar fara í vörn. Ná samt að vinna stigið 3-0. Byrja eins og í draumi hér í þessari oddalótu. Já, vel gert. Þarna hjá Birgi. Ég ætla að segja að þetta var bara góður stuttur bolti sem Birgir nær að flippa sannfærandi. Já, hann er að rífa þennan bolta í sig. Þá er það Magnús Gauti sem gerir uppgjöf á Magnús Jóhann. 4-0. Eitthvað bleita á spaðanum hérna, kannski svitadrópi sem er lent á gúmmíinu. Það getur haft áhrif á hvernig snúningur kemur á kúluna ef þetta gúmmíið er blautt, þannig að borgar sig að þurrka það. Magnús og Birgir spila hér eins og englar og fagna eins og englar hérna 5-0 yfir og það er ekkert sem að sagði að þeir haft að vinna þetta stig. Þetta eru gæði. Það var ekkert nema þessi brúnabolti sem að klára þessu sem ekki stíð. Nei, virkilega, við bara sljótur hann Ingi Darvis fær boltan í brúnina og bara undir venjulegum kringumstæðum hefði allir í heiminum klúðrað þeim bolta en Ingi nær einhvern veginn að halda boltanum gangandi og það er alveg rosalegt hversu lífseig þessi kúla er í stíðinu. Þetta stíð hefur nú bara alltaf klárast 10 sinnum hérna. En alltaf heldur áfram 5-0 og þá eru kaflaskipti. Leikmenn skipta hér borð helming og Magnús Gauti heldur áfram að gefa upp en nú er það Ingi Darvis sem tekur á móti frá Magnúsi. Já, 6-0. Það er nú svona smá von, smá líflína þegar að maður skiptir í tvíliðaleik í 5, sérstaklega ef að
maður sjálfur hefur unnið sko aðra og fjórðu lótuna, þá farið þau í raun sömu uppgjafasamsendingu þá og eftir já, og í lótunum sem þú vannst, en það virðist ekki duga eins og stendur 7-0 betra verður það svo sem ekki í 8 lótu. Nei, og nú bara félagsmiðstöðvar Steikunar að spyrja sig, er þetta ekki búið, það er komið 7-0, það er ekki þannig í alvöru bortinnis, en 7-0 nú samt bara alveg ótrúlegt forskot til í úrslita leiki í 8 lótu. Ég ekki vissum að ég hafi séð þetta áður. Nei, og Víkingar búnir með leikliðið sitt, þannig að þeir hafa engin bjargráð til að stöðva. Snirtilegt. Já, þetta var vel gert þarna hjá Víkingum, lesa uppgjöfuna hjá Birgi rétt, það var engin snúningur á þessar uppgjöf. Magnús einfaldlega sá það. Undirbúningsuppgjöf og Magnús Gauti köttar hann með miklu myndir sem djúpan í bakið þannig að enga. Engin snúningur á þessar uppgjöf. Já, þetta er dálítil formúla. Birgir sækir þarna í forendana hjá Magnús Jóhannes sem reynir að sækja á móti. Tekst ekki. 10-2. Mann myndi nú líða ágætlega í bláu á vellinum í þessari stöðu. Hins vegar hefur mann alveg séð fólk tapa á þessari stöðu en hérna. En jú, betra á 10-2 yfir en undir. Já, það er komið. Klára þetta uppgjöf með engum snúning. Ingi ætlar að síðan þarf að gera eitthvað, reyna að taka mjög snemma stuttan á móti. Það tekst ekki. Birgir og Magnús Gauti, Íslandsmeistarar í tvíræðarleik karla eftir 3 ára pásu. Virkilega vel gert hjá þeim. Við Jóhannes komum aftur klukkan. Já, útsendingin heldur svo sem áfram en við tveir, akkurat við sem manneskjur erum að yfirgefa stúdíóið og við verðum aftur með klukkan 1 en núna fer fram hér á borði 1 leikur í undanúrslitum í fyrsta flokki kvenna. Það eru Ársól Klara Arndóttir og Hrefna Namfa sem spila á borði 1 og svo á borði 6 spila Karl Andersson Klaesson og Benedikt Aron. En við óskum BH-ingum Birgi og Magnúsi Gauta innherlega til hamingju með þennan nýjasta titil. Við sjáumst og heyrumst aftur hér eftir smá. Já, takk.
var bara heimfrönd. Já, einhverjum. Já, þetta var 4-0 sem ekki líka 3 stíð. Já. Á fáránlegt. Ég var að tala stíðin allt stíð. Já, takk fyrir það. Já. Fyrir fréttina eru við einokkur enga Jú, það gerðist eitthvað þá. Ég þykir því svo, þeir því svo. Já, þetta var var ekki fyrst skiptur, sko? Já, það er Svissland. Þeir eru komin 5-0. Það er ekki það. Fyrst mjög Svo var þeir byrjuð að sjá koma tilbaka síðan voru þetta hljóðið. Það er Birgir. Klappa fyrir heiðari. Heiðar Stefán Arnarsson. Það er að klappa fyrir honum. Ég drekka 4 sjálf. Já. Ég veit alveg. Bara
æsi spennandi lota. Ég sá áðan að Kalli var 6-1 undir í þessari lotu og kominn hérna tilbaka, 8-8. Sjáum hvort Benni klárar þetta. Þarna hefði Benni mátt bíða aðeins lengur. Já. Koma boltinu niður. Mér fannst hann halla sér aðeins tilbaka þegar hann var að taka í staðinn fyrir að vera hérna frammi. Halla sér fram og koma boltinu niður. Já. Kalli er mjög svona taktísku spilari með erfiðar uppgjafir. Ég er sammála. Þetta var góð fóðandi að Benna en Kalli las þetta vel. Kalli er nefnilega mjög öruggur fyrir aftan borðið. Hann er mjög öruggur, mjög reynsluríkur og veit mjög oft hvað er að gerast. Hann er að þjálfa yngri krakkan í KR æfinga þar og hann er þjálfari þar, þannig að hann er mjög svona veit mikið. Æsi spennandi stig en endar með því að Benni hittir í kantinn. Já. Þetta er bara heppni. Mjög góð stig hann bara. Kalli getur komið til 2-1 hér ef hann tekur þetta stig. Þannig að það sé 10-10 og hann getur haldið voninni lengri. Mjög vel sett upp. Og hann nær því. Mjög vel sett upp, mjög vel klárað. Frábært hjá honum. Mjög öruggur hann, mjög flott opnun með miklu snúning. Já, mér fannst það. Hann spilaði mjög vel. Nú fara leikmenn að tala við þjálfarana sína og leikurinn heldur áfram eftir mínútu. Þetta er búið að vera æsi spennandi leikir hjá báðum. Báðir mjög góðir taktíski spilarar, mjög gott touch á kúlunni. Já, og síðan eins og við sjáum á streyminu þá er á borðið 5 er undanúrslit í öðrum flokki kvenna sem er, og það er Þórunn í KR og Emma að spila. Við ætlum að benda á það að leikmenn, þeir fá 1 timeout í hverju leik og eins og þið sjáuð, þá er báðir leikmenn á borðið 6 búin að taka timeout í leiknum. Timeout er þegar þú stöðvar leikinn og tekur mínútu pásu hvenær sem er í leiknum til að ræða við þjálfara, hvíla aðeins, nota hvenær sem þú vilt, en nú eru báðir leikmenn búin að nota það. Nú að Benni uppgjöf til að byrja lotu 4. Þarna fór Kalli að flýta sér og mikið uppgjöf, hann las nú mikið vitlaust. Það er bara mjög góð uppgjöf á Benna. Þetta var taktísk uppgjöf hjá Benna. Já. Það er, hann vissi að ef hann myndi pota, þá gæti hann fengið að sækja þar. Mjög gott stig. Hann fekk Benni net hana og Kalli er að bjarga en síðan skýtur í endan líka. Já, þetta svona stig gerast svo rosa sjaldan og menn beðast bara afsökunar. Þetta er bara heppni, en þetta er þvílíkt stig, þvílíkur leikur. Sjáum hvað Kalli gerir nú. Vel sett upp á Kalla, við séum nákvæmlega hvað hann að gera. Náði stíðinu. Kalli er mjög flottur, ég spilaði aðeins við hann í gær í einu leik. Það er mjög erfitt að spila mót honum, mjög flókið. Hann er mjög reynsluríkur, veit alveg hvað hann er að gera. Þar kallaði dómari net í uppgjöf, þannig að uppgjöfin er endurtekin. Þarna las Kalli aðeins vitlaust og skaut yfir. Það heyrir í Benna að fagna þessu, hann er að gíra sig í gang eins og þetta kallar. Segir tjó og hérna, það er svona, veit ekki alveg hvað það þýðir samt en það er bara einhver svona fagn. Það eru of fáir sem vita hvað þetta þýðir. Þetta uppurni er held ég frá Frakklandi og þetta er bara fagn sem borðtennismenn nota mjög almennt. Og þegar fólk öskrar á svona tjó, það er bara eitthvað sem leikmenn gera bara til að fagna. Nú er staðan 4-2, en það er aðeins gott að koma inn á það að eftir hver 6 stig sem gerast í leiknum þá fá leikmenn eitthvað sem kallast handklæðapása og þá eru þið með handklæði í kössunum og þið sjáu svörtu kössana hliðin á dómaranum. Þar eru þið með handklæði sem þið geta tekið og þurrkað sér aðeins með þeim. Þurrkað sér aðeins og hvílt sér aðeins.
og það er alveg regla að vera ekki of lengi. Dómarinn má segja að sé of langt, en ja. Nú er Benni komin í 5-2. Ætla hann haldi fórstinn áfram. Og þarna nær Kalli að fá annað netstig. Þetta búið að vera svolítið mikið á svona netstigum og kannstigum í þessum leikjum. Aðeins meira en við sáum í leiknum sem vorum að lýsa á hann. Já. Þarna, neti ekki, þá er hann endurtekinn. En það er svona þegar ég ætla að reyna að hafa boltan að lága þá enda þær í netinu svolítið. Þetta er mjög flott forund hjá honum Benna. Kalli er búinn að koma sér í leikina þess núna. Já, 4-5 fyrir honum Benna. Það geti alveg eins jafna stöðuna í 2-2 og þá förum við í 8 lótu eins og þetta er kallað. Já, en þarna eins og við sáum í leiknum hana, þarna eru þessi tveir aðeins öruggari með spilið sitt heldur en leikmennina sem við sáum á hann. Þannig að þá sjáum við oft svona löng svona hröðstig í þessu. En þarna sáum við að Benni klúðraði einhverju sem hann er ekki með leiknum. Það gerist oft þegar maður er í svona tæpari stöðu og þá fer maður að spennast upp og maður gerir þetta ekki alveg rétt. Og það er mjög mikið í svona tæpum stöðum. En eins og við sjáum þarna, það er Kalli. Hann klúðraði svona, hann var að klúðrast með eiginlega bara í leiknum hann. Og nú í svona stöðum þá fara tilfinningarnar að ná manni og þetta verður mjög spennandi. Já, algjörlega. Og við náttúrulega talum um reynslu, við erum bara leikmenn og vorum að keppa hérna í gær og í dag. Já, ég var að keppa í gær og þú varst að keppa áðan í tvíliðarleik með einmitt Benna í Víking. Já, ég var að keppa með Benedikt í tvíliðarleik og við keppum í undanúrslitum í tvíliðarleik. Já, og síðan vorum við báðir í 16 úrslitum í meistaraflokkið eða ekki í gær. Meistaraflokkið karla, já. Þannig að við erum bara... Kalli gerir þetta vel, setur hann til fórum mjög hratt, en ekki alveg tilbúinn. Þannig að náði Kalli svolítið svona að stjórna spilinu, þannig að náði að staðsetja vel og það er alveg endi vannan stíð. Flott fórhand hjá Kalla. Það er bara alveg niður, góðum krafti og góðum snúningi. Kalli er búinn að eiga mjög gott Íslandsmót í ár. Hann komst í 8 úrslit í meistaraflokki. Tapaði þar á móti Birgi Ívarsinni sem er Íslandsmeistari í tvíliðarleik og bara nýkrýndur. Já. Nú Kalli kominn yfir í 8-7. Ætla hann ná að jafna og koma leiknum í 8 lótu. Og sjá hvað hann gerir. Nú á hann upp. Tekur sér aðeins tíma í hana. Og eins og sjáum, þá er aftur Benni klúðrar bakvendinni. Og nú er Kalli kominn yfir, 9-7. Nú þarf Kalli 1 stig upp til að koma þessu í 8 lótu sem þetta er kallað. Jafna leikinn. Það er svona úrslita lóta, bara síðasta lótan í leiknum. Þannig að næði Benni að koma bakhundinni sinni í leikinn þannig að það var búinn að klúðra 1-2 boltum í bakhundinu á hann en nú næri hann að hittir bolta. Og eins og við sjáum, þá eru komin 18 stig og þá eins og segjum á 6 stiga frestum taka hann glaðpásu. Nú er Kalli uppgjöf, tegur sér tíma og hann getur jafnað leikinn. Benni rétt svo næri þessu. Kúlan Þetta var mjög flott stutt pot hjá Kalla samt. Hann náði að plata hana sem þannig. Já, Benni er örugglega búast við að fá þetta langt. En nei, það er tilbaka. Heppnin fylgdi honum í þetta skil. Neti ekki. Endur tökum það. Benni nær bara eins og tökum þetta að flippa upp í hana bara beint. Við erum bara smassa hana bara, lítið smass. Já. Það hann var mjög snöggur að lesa uppgjöfuna og næra það að vera tilbúinn í þessu uppgjöf og tilbúinn komin í flotta stöðu. Já, Kalli var bara ekki tilbúinn í þetta og Benni náði hérna. Benni kominn yfir 11-10, ætla að ná að klára þetta og vinna leikinn, koma sér í úrslit í fyrsta flokki karla. Eða nær Kalla jafna og koma sér í 8 lótu. Og hann kemst í úrslit.
mjög flott hjá henni Benna. Svakalega flottur leikur. Já, staðan var ekki Benna í hag og hann nær því að bjarga þessu og er kominn í úrslit. Mjög flottur leikur hjá hann báðum. Nú tökum við smá pásu meðan við bíðum eftir að næstu leikir byrji. Þannig að Benni,
Ég gat alltaf hart. Ó, gangi þér vel. Ég er að búið Kristján. Ég veit það.
Naprawdę, zrobiliśmy ile mówiliśmy.
Já, hinn undanúrslitaleikurinn í meistaraflokki kvenna. Þar eigast við ríkjandi Íslandsmeistari Sól Kristjánadóttir Meksa og ungur og upprennandi leikmaður Guðbjörg Vala Gunnarsdóttir og já, við erum að horfa á það sem að við myndum kannski kalla upset í uppsiglingu. Guðbjörg er 3-0 yfir og fjórða lota er að hefjast. Hvað segir Jóhannes, eru veðbankar, fara þeir á hausinn ef að Guðbjörg vinnur þessa lotu? Svona já og nei, Guðbjörg er nú bara ansi öflug og henni hefur verið mikið að fara fram núna undanfarið. Síðustu ári við sjáum það, hún er nú þegar búin að eiga sterka sigra á þessu tímabili og það er nú ekkert eitthvað út í bláin ef hún vinnur þennan leik, en 4-0 væri náttúrulega alveg ótrúlega sterkur sigur hjá henni. Sól er náttúrulega ríkjandi Íslandsmeistari og líkrýndur Íslandsmeistari í tvendaleik, þannig að þetta væri alveg gríðarlega öflugur sigur, en ég ætla ekki að afskrifa þennan leik strax. Nei, ég held að það væri ekki gott, en við sjáum hérna, þetta er gífurleg gæði. Já, virkilega vel bjargað henni hjá Sól. Þetta er loop-a-loop stig sem að Guðbjörg Vala setur henni í net og yfir. Sól næri ekki henni að bjarga þessu stigi. Virkilega vel gert, 2-1. Þetta er gott sjónvarp sem við fáum hérna. Guðbjörg Vala úr mikilli borðtennisfjölskyldu. Nú þegar búin að horfa bræður hennar spila hér, Gunnarsinni, Pétur og Eirík. Já. Þeir eru fleiri bræðurnir sem eru mjög góðir í borðtennis. Eiga margir sem er erindi hér á sunnudegi Íslandsmóts. Já, algjörlega. Guðbjörg sjálf yngst sinna systkina spilar hér í bleikur í varabúningi KR. Varabúningur KR í borðtennis er bleikur, hefur verið í ykkur ár núna. Það er bannað að spila í hvítum ból sem kannski skýrir litavalið. Uppgjöf hjá Sól hana. Góð ekki á Sól, færir Guðbjörgu þarna útdæla í bakhönd og hann er ekki kúlun á borðið. Sjáum það að Sól er ná að vinna vel á uppgjöfuna sínar með margar mismunandi uppgjafir sem er erfitt að eiga við. Hún er færum þegar hún er búin að vera á sinni eigin uppgjöf, en við sjáum það að Guðbjörg er ekkert síðri þegar það kemur út í spilið, sko. Þannig að Sól vill ná að klára þessi stig snemma. Hélt að Sól ætlaði að stela þessu stigi. Svo það fengar rétt á. Rosalega björgun hana hjá Sól, en Guðbjörg hafði þetta stig kannski réttilega vel gert hjá Guðbjörgu Völu, henni ungu úr KR. Já. Guðbjörg vill dálítið spila hratt og fast upp við borðið. Sól er kannski að einhverju leyti með meiri breidd þar, en ef Guðbjörg nær að stýra hraðan og fjarlæðan á spilinu, þá er hún það er virkilega erfitt að eiga við hann. Já, Guðbjörg Vala er að eiga virkilega góðan leik hér. Stefnir í að hún sé að taka út eina bestu borðtenniskonur landsins. Vá, virkilega grimm þarna Guðbjörg stígur inn neglu með bakhönd, tekur boltan síðan strax á bánsunum með forhönd. Það segir, hún vill vera upp í borðið, taka kúluna snemma og spila fast. 7-5. Guðbjörg Vala með sinn 7-hirnda spaða, gefur upp. Já, þessi uppgjöf leit út fyrir eins og hún hefði ekki átt að vera löng, en lag þarna aðeins fram að borðbrúnni. Sól refsar fyrir það. Vel gert hjá Guðbjörgu. Sól hefur þurft að staðsetja þessa blokkeringu aðeins betur. Niður ykkar Guðbjörg stóð. Leikli hjá BH.
Já, Sól tekur leiklið hérna. Leikmenn geta tekið leiklið einu sinni leik, 1 mínútu í senn til að ráðfæra sig við þjálfara. Sól sér hérna, hana vantar ykkur ráð, vantar eitthvað úmf í spilið. Hún er að halda í við Guðbjörgu en það vantar eitthvað upp á. Hún þarf einhvern veginn að ná að klekkja á henni. Það gengur ágætlega þegar Sól á uppgjöf, en það hefur ekki gengið nógu vel þegar Sól er að taka á móti frá Guðbjörgu. Guðbjörg hefur verið sterk þegar komið er út í spil. Algjörlega, og ég held að ef ég væri Tómas Ingi Shelton, þjálfari Sólar, þá myndi ég nú aðeins reyna að fókusa á að breyta hraðanum á spilinu, stýra aðeins tempóinu, breyta til í hraðasnúning. Þess að Guðbjörg vill spila hratt fast upp í borðið. Og ef Sól leyfir hérna þá er voðinn vís. Já, leikmenn komnir aftur á borðinu, ekki alveg vissir hver á uppgjöf, en já, virðist vera Sól eigi uppgjöf. 6-8. Mikilvægt stig núna. Vá, þungur undir svona ykkur uppgjöfinni. Guðbjörg Vala setur þetta beint í netið. Já. Virkilega góð uppgjöf henni á Sól. Ég er ekki viss að ætlunin hennar hafi verið að vinna stíðið beint úr uppgjöfinni, en allavega að fá einhvers konar forskot. Það er gæði í þessu. Heldur betur. Sól þannig reynir að læsa Guðbjörg út í bakhund. Guðbjörg er með sterka bakhund, nær að pressa tilbaka og nær yfir höndin í stíðinu. 9-7. Guðbjörg var að 2 stigum frá því að komast hér í úrslit í fyrsta sinn. Og með uppgjöfina. Já. Svöð uppgjöf hérna löng. Fór svona eiginlega beint í bakhundinu Sól. Hefði kannski mátt teygja aðeins inn á annarkvort miðjuna eða út af bakhund. Já, Sól var tilbúin í hennar bolta. Vel gert í Guðbjörgu. Já, virkilega vel gert. 10-8 hérna og Guðbjörg er einu stíði frábæra. Ég held ég einu stærsta uppsetti mótsins. Ég held að það sé alveg óhætt að segja það. Já. En Guðbjörg var enn og aftur að sýna hér hvað bakhundin hennar er sterk. Hún er að vinna þessi stiga þar sem hún fær færi í bakhund. Sól aftur. Þungur undir svona ykkur uppgjöf. Aftur fellur Guðbjörg sömu gilduna. Er Sól að fara að leita aftur í sömu uppgjöf? Nei, það er leiklega. Já, KR. Þetta er bara búið að vera virkilega flottur leikur hérna. Flottur leikur á báðum leikmönnum. Við verðum að fá flott spil, en ég vissum að Sól kemur ekki út úr þessum leik sátt ef hún tapar þessu 4-0. Henni finnst hún eiga meira inni. Guðbjörg Vala er búin að spila eins og engill hérna. Hún er búin að koma inn með sterka bakhönd og er jafnvel að vinna fleiri stig á bakhöndunni sinni heldur en forhöndunni. Algjörlega, og þetta er eiginlega því oftar sem kúlan gengur, því meiri líkur er Guðbjörg vinni stíð. Þegar Sól er að vinna þessi stuttustig, Guðbjörg er alltaf að vinna löngustíð. Það er svolítið þannig. Sól er komin að borðinu, leikmenn mega taka sér 1 mínútu, allavega jafnlanga tíma og sá sem tók leikið. Sól er komin snemma að borðinu, það þýðir að hún er með eitthvað leikplan, hún veit hvað hann á að gera, hann þarf bara að gera það. Jóhannes? Ég myndi gera þunga undirsnúningsuppgjöf beint í forhönd. Sammála, sem hún gerði. Það er það sem hún gerði, það virkaði ekki. Guðbjörg Vala Gunnarsdóttir úr KR er komin í úrslitaleik, tekur hér út ríkjandi Íslandsmeistarann 4-0 í undanúrslitum. Þetta er alveg ótrúlega úrslit sem við erum að sjá. Guðbjörg Vala, hún ræður ekki tilfinningu sínu hér eftir þennan risastóra sigur, örugglega sinn stærsta á ferlinum. Já, algjörlega. Þetta er vel gert hjá henni. Það er þá ljóst að við fáum nýjan Íslandsmeistara, eða sem sagt ekki þann sama og síðasta ár. Hvort það verður Nemanja Tasic, sem hefur nú vunnið titilinn áður, eða glænir Íslandsmeistari Guðbjörg Vala Gunnarsdóttir, það ræðist hér á eftir. Já, þetta kemur allir ljós hér handan við hornið. Við erum búin að vera vitni að meiri háttar borðtennis hér í dag og þessu er hvergi nærri lokið. Næsta dagskrá eru undanúrslit í meistaraflokki karla. Undanúrslitin verða hér á samtengdur ásunum okkar. Við erum með borð 1 og við erum með borð 6. Við Pétur Martin höldum áfram með ykkur á borði 1. Það er sem við ætlum að fylgjast með undanúrslitum í meistaraflokki karla. Það verður annar leikur sýndur á borði 6. Við sjáumst hér innan skamms.
Hér er það Davíð Jónsson í KR vinstra megin mynd með bandana á enninu sem spilar gegn Magnúsi Gauta Úlfarsinni og staðan er ansi góð fyrir Magnús Gauta. Hann er hér 3-0 yfir í lotum en Davíð 5-2 yfir í stigum í þessari lotu. Þetta er svipuð staða eins og við sáum hinum megin. Davíð þarf að láta allt ganga upp til þess að hann snúi þessum leik við. Já, Davíð og Magnús, þeir eru að mörgu leyti mjög svipaðir spilarar. Báðir ótrúlega snöggir á löppunum og vilja helst taka allt borðið með forhönd. Það sem að þeir eiginlega þurfa að gera er að neyða andstæðinginn til þess að taka bakhönd og vonast til þess að bakhöndin hjá andstæðingnum sé úti og þeirra eigin sé inni. Já, þetta eru tveir leikmenn sem að líta á bakhönduna sem sína veikleika. Ég er nú ekki endilega að segja að hún sé það, en þeir allavega líta svo á. Þannig að þeir vilja klárlega spila frekar með forhönd heldur bakhönd. Algjörlega. 5-5. Magnús þurrkar hér undan skónum. Það skiptir máli að hafa gott grip undir fótunum. Já, góður hann á Davíð, heldur smá pressu á Magga en ég sá að Magnús var svolítið fljótur frá borðinu þannig, kannski full fljótur. Gaf svolítið eftir í þessu stíi. Já, við sjáum þarna að Davíð snýr sér, tekur forhöndina mjög utilega í bakhönd og ef það virkar þá þarf það eiginlega að vinna stíð. Þarna kom Magnús boltanum á borðið og forhöndin á Davíð gal opinn. Þetta er svona dálítið í takt við það sem ég var að segja að leikmennir, þeir eru báðir með fína bakhönd þegar að þeir treysta henni. En þeir eiga báðir dálítið til að vantreysta bakhöndinu sinni og reyna að taka allt borðið með forhönd. Já, alveg klárlega. Davíð 7-6 fyrir Davíð. Jónsson búsettur erlendis. Já, þeir báðir. Já, þeir báðir reyndar núna. Davíð er læknir, er í Noregi. Magnús Gauti er í námi í Svíþjóð. Báðir þessi leikmenn hafa alveg síður tíman að tvenna í borðtennis. Hoknir af reynslu. Já, Magnús Gauti hefur orðið Íslandsmeistari í einleik karla áður. Það hefur Davíð ekki gert en er með nokkur allavega 1 silfur svo ég man eftir undir beltinu. En þeir hafa báðir orðið Íslandsmeistarar í tvíliða og tvendaleik. Já, og Davíð mér sem með 2 mismunandi meðspilurum í tvíliðaleik. Við Magnúsi Finni í Víkingi og með Skúla Gunnarsinni í KR 2014 og 2018. Og hann og Aldís sem við höfum séð hér svolítið af í dag hafa orðið Íslandsmeistari í tvendaleik 4 sinnum. Þetta er fólk sem hefur lyft bikar áður. Já, Davíð þarf núna 2 stig í þessar lotu til að skapa sér líflínu. Nær þarna að veiða Magnús með því að setja kúluna utalega í forhönd. Og það hljómar kannski undarlega fyrir þeim sem þekki ekki sportið að setja beint í forhönd eða utalega í forhönd hjá spilunum sem eru mjög góðir í forhönd. En það er einfaldlega vegna þess að þeir búast ekki við því að fólk seti beint í forhönd hjá þeim. Já, þeir eru nú bara tilbúinir hinum megin á borðinu. Ég held að menn muni dæla boltum lengst út í bakhönd ef þú ert með svona góða forhönd. Þarna sá við, þarna hefði Davíð treysta bakhöndinu sinni. Sækja með henni. Það er leikli. Mér sýndist Davíð Jónsson taka leikli, eða ég myndi allavega giska á það. Magnús Gauti þarf 1 stig til að tryggja sér í úrslit. Já, allt í einu er þetta að fara að snúast við hérna. Davíð var nú bara að leita ágætlega út hér fyrr í þessari lotu. Það var svona ýmislegt sem benti til þess að hann var að fara að taka hana, en Magnús Gauti er góður undir pressu. Hefur 3 svar orðið Íslandsmeistari. Og þessir leikmenn, það náttúrulega, maður pælir ekkert endilega í því í útsendingunni, en hér í höllinni þá sér maður borð 1 og borð 6 eru hér nánast hlið við hlið.
þessi leikmenn sjá alveg hinn leikinn, þannig að Magnús veit núna ef hann vinnur þá hann að fara að mæta Inga Darvits og þá freistandi að vera komin með hausinn þangað. Algjörlega. Hann þarf að klára þennan leik fyrst og getur gert það hér með því að vinna næsta stig. Davíð Jónsson á uppgjöf hefur líklega ákveðið í leiklinu hvaða uppgjöf hann ætlar að gera. Við erum nú ekki búin að sjá allan leikinn en þetta er væntanlega svo uppgjöf sem hefur reynst honum best í leiknum. Og uppgjöfin reyndist honum ansi vel hérna núna en hann nær bara ekki að klára þetta stig. Það er Magnús Gauti Úlfarsson sem er komin í úrslit hérna á báðir undanúrslitaleikirnir okkar. 4-0. Hvað þýðir þetta? Já, þetta gæti þýtt að þetta séu tveir yfirbara sterkustu leikmennir. Þetta gæti þýtt að það hafi bara raðast þægilega fyrir þá sko. Við ætlum að fáum ekki nýjan Íslandsmeistara í einliðaleik karla. Því bæði Magnús og Ingi hafa unnið þar áður. Já, þeir hafa sannarlega unnið hér áður. Við ætlum að taka okkur örstutt hlé áður en við snúum hér aftur og næsti leikur á dagskrá, það er leikurinn Íslandsmeistaratitil í einliðaleik kvenna.